Góðan daginn. Þá ætlum við að fjalla snemmtæka íhlutun í málþroska ungra barna. Þetta eru kaflarnir, þið þurfa að lesa þarna einhver ákveðna kafla á bókinni og gott er að vera með bókina ef það er eitthvað möguleiki, annars er þetta efnið inn á innu. Tal, mál og samskiptaraskanir. Hér eru helstu einkennin í sambandi við tal. Getur barni myndað þau hljóð sem búast má við á jafnaldrum? Er barni jafn skiljanlegt og búast má við miðað við aldur? Og við erum að tala 2-3 ára börnmuniði. Málið skilur barni orð, upplýsingar, spurningar og sögur eins og búast við má af jafnaldrum. Notar barni orð og myndara setningar svipar og þær sem jafnaldrar gera, eða getur það komið að framfæri óskum og löngunum á svipaðan hátt og börn sem eru á sama aldri. Og síðan er það samskiptin og tjáskiptin. Á barni samskipti við önnur börn eins og búast má við miðað við aldur, myndar það augnsamband, skiptist á hlutum og dóti og hefur gaman að því eiga samskipti við aðra. Þetta þurfum við að hafa líka í huga í sambandi við leikin. Hvernig leikur barnið sér? Leikur það sér eitt og með öðrum? Í sambandi við samskiptin, hvernig gengur barnin eiga samskipti við önnur börn og fullorðna? Hvernig bregst barnið við tilraunum annara barna? Við annara bara almennt, bæði barna og fullorðina, við það eiga samskipti. Og þegar við komum að skilningu og dagskipulagi, hvernig gengur barnin að skilja fyrirmæli og fara eftir skipulaginu sem búið er að setja? Hvernig gengur barnin að hlusta á aðra? Og síðast í hegðuninni hefur málskilningur og færni í tjáningu einhverja áhrif á hegðun þess. Og þetta er allt hluti sem þarf að hafa í huga þegar við erum að tala málþroska og málþroska skilning. Ef það vakna upp einhverjar áhyggjur, þá er það spurning. Ef það er engar áhyggjur, þá heldur bara áfram að vera á verði og fylgist með. Ef það eru hins vegar áhyggjur, þá nýtir þú þér skráningalista og skimunartæki sem þú hefur aðganga til að meta tal, mál og samskipti. Berð framistöðu barnsins við upplýsingar hvernig dæmigerði málþroski þróast. Og skimunartæki og skráningalistar gætu til dæmis verið orðaskil, efi 2, tras og fleira. Snemmtækt viðbragð, þegar borið hefur verið kennsla barn sem á í vandræði með tal eða mál og samskipti, þá þarf að grípa inn í og hringrásin hún er ákveðin, það er að meta, það er að plana, veita íhlutun og endurmeta síðan eftir það þegar búið er að koma með íhlutun. Í matinu að þá er áætlunin að finna út hvað barnið þarf hjálp með, en jafnframt finna út styrkleikana, vegna þess að þeir eru ótrúlega mikilvægir. Og það þarf að ræða við foreldra og aðra niðurstöðuna sem kom út úr þessu mati. Síðan þarf að plana. Boðið til fundar til að ræða við foreldra, aðra starfsmenn, sérfræðinga markmið og útbúa áætlun þar sem allir helstu áhersluþættir koma fram. Það þarf að styðja. Hefjið íhlutun og vinnið með skilgreint markmið, fylgist með viðbrögð barnsins til að meta viðbragð við stuðningnum. Og síðan þegar þetta komið vel á stað, þá þarf að endurmeta. Hvernig hefur gengið? Ræða við meðlimi teymisins árangur íhlutunarinnar. Berið saman við upphaflega matið og planið sem var gert í kjölfarið. Ræði hvort þörf er á því að fá viðbóta sérfræðinga inn í teymi sem getur alltaf komið upp á ef þetta hefur ekki gengið nógu vel. Og muna að barnið og fjölskylda þess er alltaf miðpunktur áætlunarinnar. Það er ekki tækt að gera nema að hafa þau í miðjunni. Og hvað er svo snemmtæk íhlutun? Er það bara hvað sem er? Nei, það þýðir að brugðist sé við strax og grunur vaknar og skipuleg og skilgreind íhlutun byrji strax. Foreldrar og allt starfsfólk sem tengist barninu þarf að fá fræðslu málþroska og málþroska frávik og aðferði sem hægt er að beita til að styðja barnið. Það þarf að stofna teymi barnið þar sem allir sem koma að vinnu með barninu séu í. Og í þessu teymi eiga náttúrulega í fyrsta lagi að vera foreldrarnir. Það eru kennarar og sérfræðingar. Það þarf að vera talmeinafræðingur ef þetta er barn með tal- og málþroskaröskun og það er mjög mikilvægt. Við leggjum fyrir skimunarprófið athugunarlista og það eru þessi próf eins og þið kannist við, Brigans þroskun skimunarprófið og PET spurningalistin sem notað er á heilsugæslunni og öll börn og foreldrar þeirra eiga að fara í gegnum þessa skimun. Þegar börnin eru 2,5 árs rúmlega og 4 ára, þá eiga þau að fara í gegnum þessa lista. Síðan er það AEPS listin, það er færnimiða matskerfi og er ætlað leikskólakennurum og þroskaþjálfum og fyrir 0-6 ára börn
og svo það listi sem heitir Kuhn og Beller sem athugunarlisti líka. Og ég hveti ykkur endilega til að googla þessa lista og skoða þá sem eru hægt að skoða og fá betri upplýsingar þá. Því það hægt að finna fullt á netinu og það fullt af efni sem fjallar þessa lista og hvernig þeir virka. Skimun á málþroska sem ætluðu leikskóla. Þetta fyrir aldurinn 18 til 36 mánaða og þetta blátt og það liturinn sem ætlaður fyrir leikskólastarfsmaður. Foreldrarnir merkja við þau orð sem þau hafa heyrt börnin sín segja. Þau merkja líka við setningar sem eru líkar þeim sem þau hafa heyrt börnin sín segja. Leikskólakennarinn telur síðan yfir og geta borið saman við viðmið sem búið að gefa út. 3 til 4 ára þá það EFI2 eða EFI2 málþroskaskimun fyrir börn á 4. ári. Flettið þessu endilega upp líka á netinu og skoðið þetta. Þetta fyrir aldur 3 til 4 ára og markmiðið að finna þau börn sem eru með frávik í málþroska svo hægt sé að grípa inn í með skjóta og markvissa aðstoð ef grunu vaknar frávik. Enn fremur að vísa börnum sem þurfa áfram í nánari athugun og viðeigandi úrræði og þetta ætlað leikskólakennurum og talmeinafræðingum. Skráning á málþroska sem ætlað til að gera í leikskóla, það TRAS, tíðlig registrering af sprekkúðvikling. Og þetta líka hægt að fletta þessu upp á netinu. Slóðin hér ef þið viljið fara inn á það. Þetta skráningalisti fyrir leikskólakennar til að fylgjast með máltöku 2 til 5 ára barna. Þetta ekki málþroskapróf. Heldur þetta athugun í svona skráningaformi á málhögun og málþróun hjá börnum á ákveðnum aldri. Þannig þetta ekki eiginlegt próf. Og síðan erum við með hljóm 2 og það hægt að fá kynningamyndband. Og að því setja ekki bara slóðina á netinu á því líka inn á innu, þannig þið getið skoðað það ef þið hafi áhuga. Það aldursbundin skimun sem lögð fyrir til að meta hljóðkerfis og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem í áhættu fyrir síðari, í áhættu hópi fyrir lestrarerfiðleika. Vegna þess að slök hljóðkerfis og málvitund, það talin aðal orsök lestravanda hjá 88% barna. 9 af hverjum 10 börnum og það rosalega há tala. Leikskólaárin eru því sérlega mikilvæg fyrir snemmtaka íhlutun. Þetta mjög mikilvægt. Svo erum við með íslenska þroskalistan. Hann getur komið á góðu nótum fyrir ítalegt þroskamat á barni og við reglubundi mat á þroskabar sem vistaður á stofnunum í lengri eða skemmri tíma. Þar staðhæfingum sem eru 208 skipt niður á 6 undirpróf. Og það eiga fjall grófhreyfingar, fínhreyfingar, sjálfsbjörg, hlustun, tal og nám. Það það sem hann að skoða. Og þetta líka hægt að skoða upplýsingar þetta á netinu. Íslenski smábarnalistin staðlagur þroskalisti til að meta málþroska, hreyfiþroska og sjálfsbjörg ungbarna á aldrinu 15 til 38 mánuði. Hann eina staðlaða matstæki hérlendis til að meta mál og hreyfiþroska barna sem yngri en 3 ára. Hann hefur því nokkra sérstöðu á meðal þeirra matstækja sem hægt að nota við þroskamat og ungum börnum og það aðalega því hann íslenskur og virkar á okkar málsvæði. Listin getur komið að góðum notum við rækilegt þroskamat á barni og við reglulegt mat á þroska barns. Íslenski þroskalistin og íslenski smábarnalistin, þetta eru 2 listar sem gefa upplýsingar stöðu barns á sviði málfærni, hreyfiþroska og fleira og foreldrarnir merkja við, leikskólakennararnir vinna úr. Þannig þau vinna saman. Síðan þarf ef eitthvað í kjölfarið á þessum skimunum eða greiningum þá þarf að gera áætlun. Hvað á að vinna með? Hver á að vinna með þetta? Og hvenær? Og hvaða efni á að nota? Þetta partur af íhlutuninni sem þarf að virka að það að líta þessa hvað, hver, hvenar og hvaða. Það þarf að sjá til þess að foreldrar og allt starfsfólk sem tengist barninu fái fræðslu málþroska frávik og aðferðir sem hægt að beita til að styðja barnið. Og þessi fræðsla þarf að vera málþroska náttúrulega og tal, mál og samskiptaröskun og afleiðingar þeirra. Leggja áherslu á mikilvægi þjálfunar svo hún skili árangri því að vera að breyta heilastarfsemi og það þarf að horfa á styrkleika og veikleika barnsins. Ekki bara veikleikana, þetta styrkleikana líka. Þetta mjög mikilvægt. Þetta teymisvinna. Utan hvert barn með greiningu ætti að stofna teymi sem fundar á 6 til 8 vikna fresti. Þeir sem í þessu teymi allt starfsfólki sem kemur að þessu barni.
Það eru foreldrarnir, það eru kennarar, það eru starfsmenn á leikskóla eða skóla, það eru sérfræðingar og talmeinafræðingar og talmeinafræðingur á alltaf verið teymi barns sem er með tal- og málþroskaraskanir. Og síðan er það annað fólk sem foreldrar telja mikilvæga í lífi barnsins, til dæmis afi, amma, fjölskylda, einhverju vinir eða eitthvað. Það eru semst allir þeir sem koma að barninu og gætu orðið til að hjálpa. Á teymisfundum er mikilvægt að eitthvað taki að sér eftirfarandi hlutverk. Það verður að vera ritari sem skrái niður það sem fer fram og hvernig hafi verið unnið og hver eigi að vera næstu skref. Þetta verður að vera skipulagt. Það verður að vera fundastjóri sem stjórnar fundinum og passar að það sé bara eitt fundamaður sem tali í einu og að fundarmenn haldi sig við efni fundarins. Það er bara verið að ræða hvað á að gera til að aðstoða þetta barn. Og það er ráðlegt að hafa tímavörð sem fylgist með og passar að það sé ekki farið úr bara út víðan völl. Snemmtæk íhlutun í málörvun í Bandaríkjunum þýðir early intervention, það þýðir íhlutun fyrir börn á aldri 0-3 ára. Og það fer alltaf fram á heimili barnsins. Og hér er myndband sem er sýnir aðeins svona snemmtæka íhlutun hjá talmeinafræðingi og í þessu myndbandi, þetta er 1 mínúta og þó að það er ekki hljóð þannig þið bara sjáu hvað þarna fer fram, hvað hún er að gera. Þið getið leitað að fleiri myndböndum á YouTube eftir Early Intervention, Language Development og þið lesa 4 fyrstu kaflana snemmtæka íhlutun og ég er búin að merkja þá viku 5.